Herri, já, mér er þetta sönn ánægja að fá að taka þátt í þessari vefstofu og ég ætla semst að fara aðeins í stuttu máli yfir æskulýðsmál Rótarýumdæmisins. Þau hafa auðvitað verið með svolítið skrýtnu sniði undanfarin tæp 2 ár og í rauninni er hlé á öllu svona starfi út júní á næsta ári. En við erum samt að stefna að því bara að vera með skiptinema, við ætlum bara að halda ótrauð áfram og höfum verið að kalla eftir umsóknum. Þannig ég ætla bara að hefja þetta og þetta er nefndin og við erum þarna 5 í nefndinni og hlutverkið þessar nefndar er að fyrst og fremst sjá undirbúning og framkvæmd nemendaskipta á vegum Rotary og svo erum við með sumarbúðir og önnur verkefni sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá hérna á næstu glærum. Nú við teljum alltaf við erum auðvitað að efla og erfa alþjóðlegan skilning, velvild og frið með því að fá krakka á milli landa og það er auðvitað gott fyrir þau að kynnast nýjum menningarheimi í öðru landi og þetta er orðið sko meir en 80 ár síðan að Rótarýhreyfingin fór að bjóða upp á svona skiptinemadvöl. Ásakið. Og það eru í kringum 8.000 skiptinemar á vegum Rotary í heiminum. Og það er eins og ég sagði áðan að það eru þessi langtíma skipti sem eru þá eitt ár í skóla og þau eru á aldrinum 16 til 18 ára þegar þau fara í þetta. Og svo er það náttúrulega sko sumarbúðirnar sem eru þá fyrir krakka á aldrinum 14 til 25 ára og svo erum við líka með family to family, þar sem þau eru á aldrinum 15 til 19 ára og dvelja hjá sinni fjölskyldunni í alltaf 12 vikur. Og þetta er mjög líka skemmtileg leið fyrir þau til þess að kynnast hérna öðrum menningarheimum. Og bara til að segja aðeins nánar frá því hvernig þetta er með nemendaskipti, það eru nú örugglega einhverjir hérna inni sem að þekkja þetta, en kannski ekki alveg allir, en þá er sem sagt, þarna segir nú, ég sagði áðan 16 til 18 ára, en þau mega ekki vera eldri en 19 ára, þannig að þau eru yfirleitt á 19. ári náttúrulega þegar þau fara út, sko. Dvölin er þá 10 til 12 mánuðir og það er svona meiningin að Rotary, þeir vilja helst að krakkarnir róteri innan heimila, það sé ekki alltaf á sama heimilinu. Það hefur nú ekki alltaf gengið alveg upp hjá okkur sko á Íslandi, en það er mjög gaman þegar það lukkast og maður heyrir það á krökkum sem fara út að þeir fá að skipta heimili og kynnast öðrum fjölskyldum. Og þetta eru bara gagnkvæm skipti milli Rotary klúbba. Umsóknarfresturinn er 1. desember og við erum auðvitað svolítið seint með þessa kynningu, en það bara atvikaðist þannig og kannski getum við dregið eitthvað aðeins áfram ef það koma fleiri umsóknir, það hefur nú ekki mikið borist að þeim sko. Rótarýumdæmið styrkir klúbba 150.000 ef þeir sækja það. Það þarf að gera sem sagt til umdæmisins og ég veit að það hafa einhverjir klúbbar nýtt sér það. Og það er náttúrulega bara ákveðna skyldur sem að eru hjá klúbbunum þegar þeir taka á móti og fóstra erlenda skiptinema. Við til dæmis viljum leggja áherslu á það þessi boðið á fundi og allar svona uppákomur ef það er eitthvað. Og eins líka, þú veist, bara kynnan fyrir landi og þjóð hjá klúbbfélögum, sko. Og neminn hann, sko, það er svona miðað við $100 á mánuði sem að Rotary klúbburinn þarf að borga með hérna nemandanum. Það þarf að útvega skólabækur og greiða skólagjöld og auðvitað gefa honum afmælis- og jólagjöf. Svo ætla ég aðeins að segja ykkur frá sumarbúðunum. Og við höfum verið með sumarbúðir, síðast var það 2015 og við erum náttúrulega búin að ætla okkur að halda sumarbúðir en það hefur bara ekki verið hægt út af COVID, þannig að það var meira sér komið langlega með að skipuleggja sumarbúðir þegar COVID kom upp á, þannig að við erum ennþá bara stefnaði eins fljótt og hægt er. Og þetta eru sem sagt, sumarbúðirnar eru frá 1 og upp í 4 vikur, algengt að það séu kannski svona 10 dagar, 2 vikur. Og það er dvalið sem sagt hjá fjölskyldu og eða bara í sumarbúðum. Þáttakandir þarf að greiða fargjald á áfangastað og þetta tryggja sig og
og hafa náttúrulega einhvern vasapening fyrir enga útgjöldum ef hann vill það. Það gestgjafarnir greiða fyrir mat og gistingu og skoðunarferðir, en það alveg töluvert það að þeir biðjum einhverja greiðslu og ég man að við höfðum ég man ekki hvort það voru 200 evrur eða eitthvað sem að þau þurftu að borga og það bara, þetta bara orðið dálítið algengt, það bara þannig. Það nefni ég þetta með sumarbúðirnar 2015, þetta hópurinn sem kom og voru 11 krakkar og frá 9 löndum og eins og ég segi, við getum bara ekki tekið ákvörðun eins og staðan núna sko. Þannig að við erum bara ennþá með það á stefnuskráni og svo bara sjáum við til. Og svo það bara family to family sem þetta með skipti milli 2 fjölskyldna í sitthvoru landinu og þau eru bara á svipuðum aldri og fá að vera saman í allt að 6 vikur og heimili hvors annars, 12 vikur allt í allt. Afsakið. Og umsóknarfrestur fyrir þetta fyrir 1. apríl á hverju ári. En við sjáum hvernig næsta sumar verður bara. Og það eins þarna bara þátttakendur greiða ferðakostnað, vasapeninga og tryggingar sko. Og þetta líka bara frábært tækifæri til málanáms og bara kynnast nýjum löndum og fólki. Og við lítum náttúrulega alltaf á þetta bara sem sendiherra og kynningafulltrúi Íslands þegar þau fara út og þetta víkkar sjóndeildarhring nemans og klúbbfélaginu og mannbætandi, þetta bara mjög gaman að kynnast þessum krökkum sko. Og þau öðlast reynslu daglegs lífs í framandi landi. Við talum að þau stakki tengslanetið og nemans og klúbbfélagana. Já, og svo náttúrulega viljum við þetta fá alla þessa krakka í framtíðinni og það stóð nú til eitthvað að reyna að kalla saman einmitt fyrrverandi skiptinema og foreldrar og svona, við ætlum að reyna að fara að búa til eitthvað, reyna að fá þau inn í Rotary sko, en þá kom COVID, enn og aftur segi ég þetta. En það stendur svo sem til að kannski gera það, við þurfum aðeins að sjá hvernig málið þróast. Og þau náttúrulega stofna til ævilangra vináttu við fjölskyldur og skólafélag, það eru mörg dæmi það og auðvitað stuðlar þetta frið í heiminum með kynnum milli þjóða. Og þetta eitthvað sem alltaf kemur til okkar, það að segja sko, þetta ekki beint á vegum okkar, þetta bara aðeins að segja frá þessu. Þetta sem styrkur veittur árlega og hann hefur verið veittur frá árinu 1946 og það hafa nú einhverjir krakkar á Íslandi fengið þetta sko og þau eru þá aldrinum 18 til 24 ára og þau geta verið börn Rótarýfélag og aðra og sem staðrir og þetta í kringu 60 nemar á ári, þetta alveg svakalega flott hjá Georgíu. Þeir styrkja þetta alltaf, alveg allt námið og það voða gaman að heyra þau segja frá því sem hafa farið út sko. Og þá býr hann á stúdentagörðum og í umsjá ákveðins Rotary klúbbs og þetta þar með stuðningsfjölskyldu og trúnaðarmann. Og þeir sjá það styrkurinn greiði skólagjöld, námsgögn, herbergi og fæði og stúdendagarð og vasapeninga. Og það eru nánari upplýsingar þetta hér ef þið viljið kynna ykkur það. Takk fyrir mig. Kærar þakkir.